Brynjar, 200 úrvalsdeildarleikir og auðveldur sigur í kvöld. Stefnir á slá metið hans Marels? Nei, alls ekki. Það eru max 2-3 tímabil eftir og síðan sé maður hvað maður gerir. En ef við hugum aðeins að leiknum í kvöld, þetta kláraðist tiltölulega snemma. Já, þetta var ég varst verið konni með og strax eftir svona kannski 5 mínútna leik eða eitthvað en síðan gáði aðeins eftir en síðan kláruðu það bara aftur í öðrum leikluta. Ég fannst mér svona að klára það tvisa bara. Finnst þér KR-hópurinn vera að koma svona betur og betur saman svona í ljósi stöðunar að vera án Helga og Pavels? Já, auðvitað væri til að hafa Helga og Pavel svona til þess að við værum saman allt tímabilið. Það myndi muna öllu að hafa á. Því að maður veit ekkert í hvernig standi Helgi verður þegar hann kemur í desember og hvernig standi Pavel verður þegar hann kemur kannski í miðjan desember eða janúar sko. Við viljum vinna að fara sem lengst í bikarnum og svo keppni er náttúrulega svíðið dálítið frá því fyrra og við viljum vinna hann bikar í ár og þá er dálítið slæmt að missa svona 2 sterka pósta á liðinu en ég er klárlega sáttur með hvað Þórir er að gera. Hann er að koma frábærlega inn í þetta og vilji í kvöld og það er einhvern veginn bara, það geta allir skilað stigum og allir skilað frákostum og þetta er svona bara mjög heilsteypt að líta. Varðandi deildina í ár, svona þessar fyrstu 5-6 umferðir virðast bera vott það ef mann er ekki á tánum þá er svona meiri líkur á þeir fáið óþvegið fyrir vikið heldur en í fyrra. Já, algjörlega. Ég reyndar var að rifja upp hérna örugglega í gæri fyrir þetta 4-5 leiki sem við áttum í rauninni að tapa bara í deildinni í fyrra. Þar sem við björgum okkur bara rétt fyrir hot svona með því að gefa eins í lok 4 leikluta. Þannig að það er bara þannig, ef þú mætir ekki tilbúin þá getur alltaf tapað og við erum ekkert öðru sem það. Við sáum það bara í fyrstu umferð þegar við töpum út í Stjörnunni. Við mættum ekki klárir og við töpum. Sem ég held að það er bara svona eftir á að líta að það verið mjög gott fyrir okkur sem lið og sem svona til þess að mótivera okkur og sýna fram á að við gætum tapað. Keflavík í næsta leik, sannkallaður toppslag og hvernig leggst það verkefnið? Bara ótrúlega við. Það er langt síðan maður hefur farið í Keflavík í svona alvöru kannski stórleik þar sem er alvöru meðbyr með liðinu og svona Keflvíkingarnir tala difubarklega núna og eru kókhraustir. Það hefur ekki gerst í mörg ár í Keflavík þannig að það verður mjög gaman að fara þangað.